Verið gott. Þórarinn Hávarðarsson, fréttamaður okkar á Eskifirði, fór út í laxakvíar í Mjóeyrarvík með Sigtryggi hreggviðsinni núna fyrir helgi. Austfirðingur HF er í eigu þeirra Sigtryggs Hreggviðssonar og Friðriks Rósmundssonar á Eskifirði. Þeir stunda laxeldi í Mjóeyrarvík sem er rétt fyrir utan bæinn en gera jafnframt og 2 báta, annan 5 tonna og hinn 9,9 tonna. Fyrri hluta árs stundaði Friðrik veiðar á stærri bátnum en Sigtryggur notar þann minni til að hugsa laxinn. Svo skipta þeir og Friðrik nýtir kvótan á 5 tonna bátnum en Sigtryggur siglir út í kvíar á þeim stærri. Austfirðingur HF hóf fiskeldi sumarið 1988. Þá voru 20 til 30.000 seiði sett út. Í vor settu Sigtryggur og Friðrik svo út önnur 45.000 seiði og næsta vor verður slátrað í fyrsta sinn. Hvað eru fiskarnir sem verða slátrað í vor? Hversu stórir eru þeir í dag? Ég gæti trúað að það væri svona 4 punda fiskur að langstærstum hluta. Það eru auðvitað allt upp í 7 pund en það eru líka niður í bölvaða titti. En svona mest er þetta svona í kringum 4 pund, 4 til 5 pund. En hvernig er þessi staður hérna í Mjóeyrarvíkinni? Ég hef nú kannski ekki mikinn samanburð en ég trúi því að þetta sé mjög góður staður. Við erum alveg lokaðir hérna fyrir allri hafátt, suðaustan, sunnanátt og varla hægt að búast við því betra nokkur staðar, ég hef ekki trúið því. Heldur það sé betri grundvöldu fyrir lax hér heldur en margur öðrum stað á landinu? Í það þekki ég ekki. Hins vegar hefur nú Björn Bjarnason, prófessor, held ég hann sé, prófessor, skrifað lofgrein Austfirði sem ákjásanlega uppeldi staði. Og það er nú víst fyrst og fremst fyrir það að við þurfum ekki að óttast undirkælingu. Hitastigið fer sjaldnast niður í 0 hér og reyndar er það er einstakt að það fer niður í 0, aldrei niður fyrir það. Og það bendir til þess að það sé nú minni hætta á fiskidauða út af ámiklum kulda. Austfirðingur HF gerði áður út 150 tonna bát. Þegar Þórarinn spurði Sigtrygg hvort hann teldi arðvænlegra, útgerðina eða fiskeldið, sagði Sigtryggur að útgerðin væri varla áhugaverð núna því að aflakvótinn væri alltaf að minnka og fiskverðið hefði lítið sem ekkert hækkað síðustu 2 til 3 árin. Hann sagði líka að erfitt væri að segja nokkuð útkomuna úr laxeldinu fyrir í vor þegar þeir verða búnir að slátra þeim 20.000 matfiskum sem eru í kvíunum núna. Hins vegar hefur nú öll umræða laxeldi verið svo neikvæð að maður er dauðhræddur að þetta fari allt til helvítis. Finnst þér þetta of neikvæð umfjöllun svona nýja búgrein? Já, það er ekkert nema neikvæð umfjöllun. Það er ekki nema þegar stjórnmálamennir koma fram svona 4. hvert ár í kosningaræðum og 17. júní og tyllidögum þá lofa þeir þetta á prísa en það gerist ekkert í gegnum kjaftaði í þeim. Sigtryggur gefur laxinum venjulegan fóðurskamt en á eftir gefur hann honum dálítinn eftirrétt, loðnu. Fyrst eftir að Sigtryggur byrjaði á þessu lét laxinn sér fátt finnast en nú er hann mjög gráðugur í loðnuna eins og þessar myndir bera með sér og laxinn er svo sem ekki einn það.